Þetta eru 3 aðgerðir, það þarf uh, saga syndur á með fótlegginn og snúa honum og laga á með hné og það þarf að festa mjaðmakúluna á mér aftur inn í mjaðmagrindinni því hún er dottin út. Svo þarf að festa mjöðmina á mér og neðstu þryggjarliði aftur fastu saman því þeir eru allir sundur. Þetta er rosalega. Já, og það versta er sko að versti áverkin er í mjöðminni og þar sem ég þarf að halda mig saman svona allan daginn. Ég er að þetta, svo ef ég hugsa um eitthvað annað eins og þetta samtal þá er ég komin svona að þessu stað sko. Já, Og þeir þurfa að byrja neðan frá því að ef þeir myndu byrja á mjöðminni og hryggnum á mér að þá er allt hitt ennþá svo skakkt að það eru svo miklar á niðurstöðunar og endanum yrðu ennþá skakkar eftir að þeir myndu svo gera hitt. Þannig ég þarf fyrst að láta gera mig löppina, svo að láta gera mig mjöðmina og halda saman á mig mjöðmina og löppina allan tíman og svo að lokum þá er aðal áverkinn tekinn fyrir sko. Þannig að þetta er frekar brútal ferli sem er framundan sko. þetta er rosalega. Hvenær er þetta að sjá fyrir þér að komast í þessu aðgerð? Hvað þarf að gerast svo að þú komist í þessu aðgerð? Það er bara cash money sem þarf að gerast. Það er að búa að gera allt hitt, það tók 4 ár þú veist, og við lögum til að vera að vinna í þetta þagmál konsept því að þú veist, ég er svona smá utangarðsmaður að því leyti, mér finnst mjög erfitt að taka þátt í svona kapitalískum, svona basic, þú veist, ef einn gaur verður ríkur þá verður einhver annar í heiminum mjög fátækur. Já, Ég er hálf indverskur þannig að ég er alltaf svona að fylgjast með helmingum af samfélaginu mínu vera bara út á götu að kúka á milli bíla, þú veist, verta neðan 3 ára og svo hinum meginn er ég að fylgjast með kapitalismann. Þannig ég á svolítið svona erfitt með að taka þátt í svona peningadótinu öllu, sko. En mér tókst einhvern veginn að gera þetta konsept með Thugmonk sem er rosa einfalt, það er bara svona góðgera fyrirtæki og við störfum eftir svona kapitalísku dóti, við erum bara að selja vörur og gera bara allt sem að venjulegt fyrirtæki gerir nema við tökum peningana og gefum þau aftur inn í þessu fátæku samfélög og reynum að byggja upp eitthvað svona vísindalegt. Það er svona framtíðarsýnin en núna er þetta bara að redda raskatan á sjálfum mér og þetta eru 7 milljónir sem að vantar fyrir þessum aðgerðum en ég held að við höfum gert þetta svona morally rétt og við séum ekki að betla af neinum og svona út úr þessu ferli við svolítið komið það að manni langar svolítið að taka þátt í því að gera eitthvað að viti. Maður er búin að sjá svo ógeðslega dark shit í gegnum þetta ferli þannig að út í það sem farið sko, maður veit bara að það þarf eitthvað svona counteracting force, gera eitthvað gott sko. Já, það er svona löng saga stutt sko. Já, ég trú að þetta sé búin að vera rosalega erfitt, sko, líkamlega náttúrulega, en ekki síður bara andlega. Við erum svona þjálfur og auðvitað tekum að þá, ef það er hægt að finna hópa sem eru til í að fylgja, sem við munum að auglýsa í þættinum okkar og samfélagsmiðlum. Það er ekki spurning. Það getur eitthvað svo margt komið að ég bara heyra svo góðum hlutum fyrir frá ókunnugu fólki sem segir á mig að bara þið verðið að taka viðtal við hann, þið verðið að hann er bara stríðsmaður og allt þetta. En það er gott að hugsa líka raskat af sjálfum sér svo maður getur gert góða hluti seinna. Þú ert að hitta naglann svolítið á höfuðið þarna sko því að þetta hefur verið mjög spiritual ferðalag af því leyti að ég hef náttúrulega verið bara frekar staðrað við self-destruction annars slagið, þú veist, bara eins og listamannstundum gera, hvort sem að það er að lifa svona utan garsi, að taka óábyrgar ákvarðanir í fjármálum eða að maður hefur svona þurft að akkurat feysa það bara af hverju maður elskar ekki sjálfa sig öllu leyti og af hverju maður er ekki bara að vera ofurhetjan sem maður getur verið, þú veist, og allt sem maður býr inn í huganum á manni og þekkingin og getan, sko, hvernig maður sér sjálfan sig og hvað maður á skilið, að þetta er mjög mikið. Eitt sem ég hef lært er að það virðist vera svona tenging á milli tráma og hvernig maður sér sig og svo sko líkamlegra birtingamynda á því og bara svona einfalt dæmi, ég hitti sko konum daginn sem fekk krabbamein í legið og
traumatískasti atburður lífs hennar var það að kallinn sem hún var með hélt framhjá henni með fullt af gaurum og hvert, þú veist, hún fekk bara krabbamein bara beint in the womanhood, skilur og það alls svona pælingar sem maður er að fara í gegnum. Þetta hefur verið mjög spiritual ferðalag og maður hefur alveg þurft að mæta sín með einn djöflum bara ok, nú sit ég bara fucking fastur hérna og ég er ekkert að fara neitt, skilur ég er ekkert að hugsa neitt, það er ekkert sem ég get gert til að láta heiminn ganga hraðar, skilur ég er rosa neyð en það er allir með sína dagskrá, þannig að bara ég sit hérna bara og bíð með hausnum á mér og það er búið að vera mjög fallegt ferðalega að mörgu leyti, sko, líka, þannig að hérna, já, þú heitir naglinu höfuðið þarna. Einu sem það er þá bara 4 milljónir og þá getur það farið í allar ferðalega. Já, þá getum við bara lagt á stað í þetta ferli og gert það svona fallega, sko. Þetta hefur verið mjög svona brútal ferli fyrir mig og aðstandinu mína og mikil hætta og tvísýnt oft á köflum og verið að taka miklar áhættur og svona og mig dreymir raun og veru bara að restin af ferlinu getur verið mjúk fyrir aðstandinu mína sem eru bara búin að vera í einhverju tráma og aðstæðum hérna í 1,5 ár og það væri mjög fallegur endir og já. Já, geggjað. Þá siglum við í gegnum þetta svolítið mjúklega. Já. Og hvað er hægt til dæmis að finna Thug-Monk link til þess að þú ert að heita á þig eða styrkja þig eða hvað? Herri, það er hérna inn á Karolína, best að fara bara inn á Facebooki mitt, Sævar Þorlandaveli og við erum með Instagram líka, það er bara Thug-Monk _ og svo erum við með Karolína fund, ég man ekki, ég held að þessi 6201/6201 en hans finnur þetta allt inn á Facebookinu mínu og já. Já. Já, þetta mun ekkert fara á milli mála, hvað er hægt að styrkja þetta? Ok. Herri, nú heyrði ég ekki alveg hvað þú sagðir. Við hvetjum bara alltaf sem er að hlusta á þetta að taka þátt og styrkja. Já. Góðu triksi Sævar þá farið er það Spotify líka það? Hvað segir þið? Er það Spotify? Eru öll lögin á Spotify? Herri, ég er svo gamall í hettunni, ég er búin að reyna að finna einhvern sko fyrir mig til að setja þetta Spotify og það er ekkert gengin eitt alltaf vel sko, en þetta er á leiðin á Spotify. Það eru líka 2 ný lög að koma og eitt annað útgefið, þannig að þetta er svona 5 laga EP og ég ætla að vona þú veist, ég fá eitthvað respekt, þú veist, after in the game, þú veist ég er náttúrulega bara að flæsa einhverjum orðum núna sem ég veit að eru hátt í rapsinni en að það var mjög gaman að gera þessa plötu og hún kom ótrúlega vel út og ég bara vona að fólk njóti, kannski þetta svona stendur aðeins út og fullt af fólki sem að langa að heyra rapp eitthvað annað en að þú eigir, þú veist, engar hlutafélag og eitthvað. Þannig að Herðu, Sævar, við óskum góðs gengis. Við munum setja klippur á stað með styrktarsíðunni og við vonum bara eins og þú segir, þetta verður bara mjúk lending og verður þægilegt ferli hér eftir. Það er búið að vera 8 ár í stað helvíti eða. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.